Spurningin bað hann of oft? Janni var velhugsandi 5 ára drengur sem sagði pabba sínum að hann vildi svo mikið eignast lítinn bróðir. Hann langaði svo að eignast lítinn bróðir sem hann gæti leikið sér við. Hann bauðst til þess að gera allt hvað sem væri fyrir foreldra sína bara ef að hann myndi eignast lítinn bróðir til að leika við. Faðir hans hugsaði málið stund og sagði síðan við Janna: Ég skal segja þér hvað þú þarft að gera. Ef þú biður til Guðs á hverjum degi í heilan mánuð, í 2 heila mánuði, að hann gefi þér lítinn bróðir, ég nokkuð viss að hann muni gefa þér lítinn bróðir. Janna leist mjög vel á þetta. Enda var hann vanur að tala við Guð á hverjum degi allt mögulegt og segja honum allt frá hjarta sínu. Nú ætlaði hann að biðja Guð á hverjum degi að gefa sér lítinn bróðir. Og þetta gerði hann í 2 vikur. Og svo komu 3 vikur. Ekkert gerðist. Það bólaði ekkert á litla bróðir. Janni fór að segja félögum sínum hvað hann væri að gera, en þeim fannst nú aldrei ólíklegt að Janni geti eignast bróðir á þennan hátt. Vinir hans voru heldur ekki vanir að biðja til Guðs eitt eða neitt. Þegar hann hafði beðið til Guðs litla bróður í heilan mánuð, það er að segja í 4 vikur, þá fannst honum þetta ekkert sniðugt. Hann fór að efast að Guð heyrði bænir hans, svo hann bara steinhætti að biðja. Svo leið tíminn og dag einn var móðir hans flutt á spítala þar sem að hún virtist vera eitthvað veik. Og nokkrum dögum seinna var hún komin heim aftur. Og þegar Janni kom heim frá skólanum, kallaði pabbi hans á hann, bað hann að koma upp eftir hæðinni inn í hjónaherbergið. Hann sagðist til að sýna honum dálítið merkilegt. Og þegar hann gekk inn í herbergið, þá sá hann 2 litlar vöggur, 2 lítil barnarúm. Og í hvoru þeirra var nýfæddur drengur. Það voru konur tvíburar inn í fjölskylduna. Og nú sagði pabbi Janna við hann: Ertu ekki glaður að hafa beðið Guð að gefa þér lítinn bróðir? Og þegar þú baðst Guð 1 lítinn bróðir, þá gaf hann þér 2 litla bræður. Ertu ekki glaður? Jú, pabbi minn, það ég. En ert þú ekki fegin að ég hætti að biðja eftir bara 1 mánuð? Ef ég hefði beðið í 2 mánuði, þá hefði hann gefið okkur 4. Og faðir Janna vissi að í bænum hans yrði svarað, enda var móðir hans barnshafandi þegar Janni byrjaði að biðja að fá lítinn bróðir. Okkar himneski faðir veit líka að allt framtíðina, og þar sem hann líka almáttugur, getur hann auðveldlega uppfyllt bænir okkar. En þar sem hann getur lesið hugsanir okkar og veit allt okkar langanir, hvers vegna þurfum við þá að vera að biðja? Jú, Guð vill að við sýnum honum, að við treystum honum, með því að tala við hann daglega í bænum okkar. Jesús Kristur kenndi lærisveinum sínum að biðja reglulega, og hann vill að við biðjum líka bænirnar okkar á hverjum degi. Þannig sýnum við honum að við elskum hann. Við skulum því alltaf biðja bænir okkar og ekki þreytast á því að tala við Guð.